Veikindin sjálf eru vandamálið, stóma er lækningin. Ég greindi með kólitis sem þýðir að ónæmiskerfið byrjar að ráðast á ristilinn á mér. Hann verður bara eitt flækandi sár og kemur í svona köstum. Þannig að ég þarf alltaf að ná við klósti, eða þurfti alltaf að ná við klósti alveg í þann tíma sem ég er veikur. En ég var greindur í janúar, en ég fann ekkert fyrir þessum sjúkdómi fyrir eftir sumarið, sama ár. Í júlí byrja að finna þess fyrir honum og í ágúst fæ ég bara kast. Það stóð í 2 mánuði. Sem þýddi það að ég var lagður á spítala og ég þurfti að vera bara þar inni allan tímann að lyfjagjöf til að halda mér við. Og eftir þessu 2 mánuði var ekkert annað í stöðunni en að fá að taka ristilinn. Og þetta var bara akút aðgerð þannig séð. Það var, ég fór í skoðun og kom í ljós að hann var næstum dauður. Þannig að það var ákveðið að taka hann bara. Þegar ég fæ stóma, eða þegar það tala við mig stóma, þá veit ég hvað þetta er. Það kemur hjúkrunarfræðingur, mjög góð kona, og segir bara, já, þú ert að fá svona plötu og poka á magann. Og það var tekið út. Og ég bara horfði á hann og bara, er ég að fá járnplötu á magann? Hvað er að þér? En það var ekki alveg það slæmt. Morgun eftir fyrir aðgerð og ég vakna upp daginn eftir. Er í lyfjagjöf, maður er ringlaður, maður er ekki alveg viss hvað. Og þá kíkja á magann á mér og sé ég bara að ég er með svona lítinn plastring, límdan við mig og poka við það. Og þarna kemur upp það sem ég hef búin að borða, sem ég hef ekki búin að gera neitt þá reyndar, en þannig á allir koma sem ég hef búin að borða. Segir mér alltaf, ég meina, jú, lífið hefur sinn gang og þetta var lækningin. Þetta var lækning á það sem það var segðað mig. Já. En alltaf að lifa með stóma er öðruvísi. Ég fer í sund og fólk starir á mig. Bara, hvað er þetta? Ég er með eitthvað póka hérna fram á mig. Þetta er ekki svona bónuspóki eða neitt annað, þetta er svona hugleitað póki, það tekur ekki margir eftir þessu, en þetta er þarna og vel til staðar þegar fólk sér.